Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir mannganginn, það er að segja hvernig mennirnir mega hreyfa sig, og svo ætlum við líka að læra hversu sterkir mennirnir eru. Fyrir framan okkur erum við með upphafsstöðuna í skák og við erum með 16 hvíta menn og 16 svarta menn á talborði sem eru 64 reitir. Allir þessi menn eru ólíkir og geta gert ólíka hluti og við ætlum að byrja á því að skoða mennina sem standa hérna fremst og kallast peð. Það eru 8 peð í hvoru liði og peðin eru veikustu menninir. Í stigakerfi talmannanna er peðið talið vera 1 stig, sem er það lægsta sem nokkur maður hefur. Peðin eru frekar takmarkaðir menn. Þau geta bara farið beint áfram, mega annarkvort fara 1 reit eða 2 reit í einu, en þau mega bara fara 2 reiti af byrjunarreitnum. Þau byrja hérna á annarri reitaröð og 7. reitaröð og þegar þau standa þar þá mega þau fara 2 reiti ef þau vilja. Þau mega alltaf fara 1 reit. En í byrjun skákarinnar er mjög algengt að fara með peðin strax 2 reiti fram og svo eftir það mega þau taka 1 skref í einu. Þegar að peðin drepa, og í skák þá drepum við oft menn andstæðingsins, því fleiri menn sem við drepum, því auðveldar er ofta að nálgast kóng andstæðingsins sem er þetta markmið skákarinnar. Þegar peðin drepa þá drepa þau á ská. Þannig að við sjáum að peðin færa sig beint áfram og þegar peðin svo mætast þá sitja þau bara föst, komast ekkert lengra fyrir en að eitthvað peð kemst á ská á móti öðru peði og þá er hægt að drepa peðið. Það er sem sagt ekki hægt að drepa beint áfram, bara hægt að drepa svona á ská. Við sjáum að svartu getur líka drepið hér, hvíta peðið og svo heldur skákin áfram. Það er eitt sem að peð getur gert sem að engin annar maður getur gert og það er þegar við komast út á enda á taflborðinu. Við sjáum að hvítu byrja skákin á að leika til dæmis þessu peð áfram. Nú vorum við bara með peðin inn á, þannig ég bara taka hérna sem dæmi. Segjum að hvítu drepi hér og svartur er bara að leiða og hvítum að drepa. Nú kemst peðið út að enda og þegar það gerir það þá getur það breytt sér í annan mann. Og mennirnir sem að peðið getur breytt sér í eru hrókur, riddari, biskup eða drottning. Við sjáum alla þessa menn á eftir, en hér getur peðið farið út að enda og breytt sér í drottningu og það er ótrúlega öflugt og það er einhvern veginn svona draumur allra peðana að ná að breyta sér í drottningu, komast út að enda. En eins og ég segi, peðin komast beint áfram, geta drepið á ská og þegar við komast út að enda og breyta sér í sterkari menn. Auk þess eru peðin mjög mikilvægi varnarmenn, sérstaklega í kringum kóngsstöðuna. Við höfum eftir að læra það betur seinna. Kíkjum nú á næsta mann sem eru hrókarnir. Hrókarnir hefja skákina í hornunum og þeir eru næst sterkustu mennir, eru metnir á 5 stig, þannig að þeir eru 5-falt betri en peðin og hrókarnir mega bæði fara beint áfram, til hliðana og aftur á bak. Og ef að staðan væri svona, eins og við erum með fyrir framan okkur, þá geti hvíti hrókurinn strax drepið svarta hrókinn hérna út á hinum endanum og svartur geti auk þess drepið hvíta hrókinn hér. Þannig við sjáum að hrókarnir með að fara eins langt og við vilja. Svartur getur bæði drepið hvíta hrókinn hérna á A1 eða drepið hvíta hrókinn hérna á H8. Þegar hrókarnir byrja skákina þá eru þau svolítið lokaðir inni, en það sem að hrókarna dreymir að gera er að hafa mikið pláss vegna þess að þeir drífa svo langt. Þeir vilja helst vera á opnum línum svo þau geti drifið yfir allt borðið. Hrókarnir eru mjög góðir í opnum stöðum þar sem þeir hafa mikið pláss, eins og ég segi. Þeir vilja helst ekki vera í umkringdur öðrum mönnum þar sem þeir eru lokaðir inni. Kíkjum á næsta mann og það er riddarinn. Það eru 2 riddarar í hvoru liði, alveg svo eru 2 hrókar og riddararnir eru svolítið sérstakir því að þeir komast mjög stutt í einu. Allir hinir mennir komast nánast yfir allt borðið, riddararnir komast mjög stutt, en þeir hafa einn sérstakan eiginleika sem engin annar maður hefur og það er að þeir geta hoppað yfir aðra menn. Þeir byrja hérna á B og G línunum og þeir hoppa svolítið sérkennilega. Þeir fara 2 reiti áfram og svo 1 til hliðar. Og þetta mega þeir gera í allar áttir. Þannig að í upphafi skákarinnar þá kemst riddarinn á 3 reiti. Hann getur farið hérna á E2, F3 eða H3. Hinn riddarinn getur farið á A3, C3 og
og D2. Riddari er venjulega talið vera bestur þegar hann er nálægt miðju talborðinu, miðborðinu. Ástæðan fyrir þessu er að þegar riddarinn er komið þangað þá hefur hann auga með 8 reitum. Sjáu, þetta er allar reitina sem riddarinn kemst á. En ef að riddarinn er til dæmis út á kanti þá hefur hann bara auga með 4 reitum. Þannig í þessar stöðu er hvíti riddarinn hérna á F3 töluvert betur en svarti riddarinn sem er á A6. Helsti kostur riddaranna er að geta hótað mörgum í einu og hoppað yfir aðra menn eins og ég talaði. Þannig að við skulum sjá, farið svartu með riddarann hingað og hvítu riddarann hingað og svartu hér. Þá sjáum við að svörtu riddararnir hafa auga með þessum reitum hérna. Þetta eru 8 reitir í kringu riddarann. Og hinn riddarinn hefur auga með þessu reitum að sama skapi. Þannig að hvíti þarf að passa sig hér að fara ekki með riddarinn sinn á reit sem er valdaður öðru manni. Þá getur riddarinn drepið hér. Riddarinn eru taldir vera 3 stig. Og munum að hrókurinn sem við skoðum áðan var 5 stig. Þannig að riddarinn talið vera aðeins lakari hrókurinn og ástæðan fyrir þessu er hversu seinn riddarinn er að fara yfir talborðið. Hann er aldrei lengi á leiðinni. Kíkjum þá á biskupana sem standa við hliðina á riddarunum. Frekar auðvelt að læra hvernig biskuparnir hefa sig því að þeir geta bara farið á ská og það eru 2 biskupar í hvoru liði, alveg svo það eru 2 riddarar og 2 hrókar og biskuparnir eru ólíkir að einu leyti. Hvítur hefur 1 biskup sem er á hvítum reitum og þegar hann byrjar á hvítum reitum þá getur hann bara verið á hvítum reitunum. Það sem hann má bara fara á ská, kemst hann aldrei yfir á dökku reitina. Hvítur hefur síðan annan biskup sem er á dökku reitum og sá biskup kemst aldrei yfir á hvítu reitina, hann er alltaf á dökku reitunum. Þessi biskupar eru kallaðir svartreitabiskupinn og hvítreitabiskupinn. Svartur hefur verið nákvæmlega eins, svartreitabiskup og hvítreitabiskupur. Og þeir skipta með sér borðinu. Biskupinn getur farið eins og ég var að sýna ykkur mjög langt, hann má líka fara stutt ef hann vill það. Þannig að þetta eru 4 áttir sem að biskupinn kemst, á ská til hægri og vinstri og á ská aftur og bak til hægri og vinstri líka. Þannig að við sjáum hvað biskupinn er fljótur yfir borðið. Vilji biskupinn komast til dæmis á E8 reitinn, þá tekur hann 2 leiki að fara fyrst hingað, B5 og svo E8. Þannig að biskupinn er töluvert fljótari yfir borðið heldur en riddarinn. Samt er biskupinn líka talinn vera 3 stig, þannig að biskupinn og riddarinn er mjög svipaðir. Biskupinn er fljótari yfir borðið, en riddarinn er frekar seinni yfir borðið en getur hoppað á milli mannanna. Þannig er svona munurinn á þeim. Kíkjum núna næst á sterkasta talmanninn sem er drottningin. Drottningin er raun og veru samsett úr 2 mönnum, annars vegar hrók og hins vegar biskup. Hún getur bæði farið beint áfram og á ská og til hliðana í allar áttir. Og drottningin er ótrúlega öflug, hún er talin vera 9 stig, töluvert sterkari en næst besti maðurinn, hrókurinn. Og hún er eiginlega aðal maðurinn, má eiginlega segja það. Það er mjög skynsamlegt að passa vel upp á drottningunum sinni í byrjun skákarinnar því án drottningar er mjög erfitt að vinna skák. Ef maður tapar drottningunni snemma þá getur maður lent í miklu vandræðum. Helsti styrkur drottningarinnar er að þar sem hún getur gengið í svona margar áttir þá er mjög auðvelt með að hóta mörgum mönnum á sama tíma. Eins og við sjáum hérna fyrir framan okkur, drottningin getur hótað mörgum mönnum á sama tíma þar sem hún stendur hérna upp á sveitinum. Þegar drottningin er komin út á borðið þá sjáum við hvað hún hefur auga með mörgum reitum hér. Ótrúlega öflugur talmaður og langsterkasti maðurinn. Kíkjum þá síðast á kónginn sem er mikilvægasti maður borðsins og það má eiginlega segja að kóngurinn sé ekki beinlínis tekið með í stigakerfið. Það er erfitt að meta kónginn til stiga þar sem hann er aldrei drepinn, hann fer aldrei út af borðinu, það er bara hluti af reglum skákarinnar. Kóngurinn má bara taka 1 skref í einu, hann má í raun og veru fara í allar áttir eins og drottningin, bara 1 skref í einu. En hann kemst á alla reitina sem er í kringum hann. Venjan er að hafa kónginn í góðu skjóli alla skákina. Ef maður er að þvælast mikið með kónginn út á borðið þá getur hann lent í vandræðum og reglurnar segja til að nái andstæðingurinn að króa kónginn inni og hóta honum þá tapar skákinn. Þannig að við reynum að passa vel upp á kónginn okkar. Kóngurinn getur hins vegar verið mjög sterkur sérstaklega í endataflinu undir lok skákarinnar þar sem er lítil ógn af hinum mönnunum þegar fáir menn andstæðings eru eftir. Þá er dálítið sniðugt að nota kónginn og koma honum út á borðið. Hann getur verið mjög öflugur.
en venjan er eins og ég segi að hafa hann í góðu skjóli. Þetta var stutt yfirferð yfir alla taflmenn borðsins. Takk fyrir þetta.